Skulum skoða hérna örstugt uppbyggingu á hnitakerfi. Hnitakerfi er notað til að sýna hvernig er samspil milli tveggja breyta og við yfirleitt teiknaðum upp með þessum hætti að við búum til tvær talnalínur sem skerast í punktinum 0, þar sem að þær eru báðar með 0. Og hefðin er fyrir því að við teiknum þær upp með, notum að sjálfsögðu reglustiku til að teikna beina línur og við setjum pílur á endana til að sýna í hvora áttina þær eru í hvora áttina tölurnar vaksa. Þannig að pílan kemur yfir hægra megin á láréttu línu en efst upp á lóðréttu línunni. Nú, við þurfum að merkja hvað þær heita á yfirleitt er það þannig að lárétta línan er kölluð X og sú lóðrétta kölluð Y. Þetta er samt ekki sjálfgefið, það geti alveg eins verið eins og til dæmis oft í eðlisfræði eða á fleiri stöðum þar sem við notum einhverjar aðrar breytur. Þannig að til dæmis getum alveg eins verið með S og T og vegna þess að það getur verið hvað sem er, við getum nota hvaða breytur sem er á þessa ása, þá er ekki sjálfgefið að lárétti ásinn heiti X og lóðrétti Y og þar af leiðandi verðum við að merkja þetta. Merkjum X og Y. Síðan þurfum við yfirleitt að kvarða líka. Við getum sleppt í að við erum að sanna reglur eða eitthvað slíkt sem við ætlum að búa til eitthvað sem á að gilda almennt en alltaf þegar við ætlum að teikna eitthvað ákveðna stærðir upp þá þurfum við að setja kvarða á ásana. Við þurfum að gæta þess að halda samræmi, þar að segja að við erum að nota línulegan kvarða eins og hérna að hver eining tekur jafn margar rúður. Þannig að eins og í þessu tilfelli þá erum við að nota 2 rúður fyrir eina einingu. Og þá er jafnlangt bil á milli frá 3 upp í 4 eins og er til dæmis frá -2 og niður í -3. Þannig að sami kvarði á að halda sér eftir öllum ásnum. Hins vegar þarf ekki að vera sami kvarði bæði á X og Y. Þannig að til dæmis að það hentar okkur miðað við stærðirnar sem við erum að vinna með að láta 2 rúður vera eina einingu X ás en 2 rúður eru 5 einingar Y ás. Það er góðu lagi svo lengi sem við höldum samræmi þannig að það sé sami einingafjöldi milli 2 rúða. Þannig að það má ekki hafa til dæmis þannig að 2 rúður séu 5 einingar fyrir ofan X ásinn, þannig að fyrir alla jákvæðu tölurnar á Y ás en ætla síðan að fara að nota annan kvarða fyrir neðan X ásinn, það gengur ekki. Nú, við erum með 4 fjórðunga í hnitakerfinu. Við tölum yfirleitt að ásarnir þeir skipta hnitakerfinu upp í 4 fjórðunga og við köllum þennan yfirleitt fyrsta fjórðung þar sem að bæði X og Y hnit eru jákvæð og síðan gengur þetta svona rangsælis. Þannig að fjórðungur með 2, notum hérna á rómverskar tölur, hann er með jákvæðum Y-hnitum en neikvæðum X-hnitum. Svo kemur fjórðungur 3 og fjórðungur 4. Og ef við ætla að teikna eitthvað punkt, ég get til dæmis kalla þennan punkt P og ég ætla að reyna að finna út hver er hnit þessa punkt, þá get ég teiknað lóðrétta línu bara beint niður úr þessum punkti og þá sé ég að þá fer ég gegnum 2 á X ás og eins get ég teiknað lárétta línu og þá sé ég fyrir gegnum 5. Og þannig er ég búin að finna X og Y hnitin fyrir þennan punkt. Þannig getur ég séð X hnitið er 2, það kemur alltaf undan. Fyrir hnitið er alltaf X hnitið, lárétta hnitið og seinna hnitið er lóðrétta. Og hér erum við með annan punkt. Hann er hérna -2, við getum lesið þetta svona, hérna er -2 og hér er -15.